Framararnir, Rakel, þeir voru eiginlega hauslausir. Þeir voru, já, bara á sama tíma maður hrósar Stjörnunni fyrir besta leik tímabilsins, þá er þetta líklega einn slagasti leikurinn sem að Fram hefur sýnt í langan tíma. Það var, ég var svona að reyna að átta mig á hvað eiginlega bara gerðist þarna. Það er eins og þeir hafi einhvern veginn mætt, ég fæði svolítið tilfinningur að mætt svolítið bara kærulausir í þennan leik. Svona ákveðið vanmat. Evrópu álag auðvitað? Auðvitað hægt að skýla sig eins og bak við það, auðvitað. Það er mikið álag og þeir eru búin að spila marga leiki, en þeir voru með heimaleik á þriðjudögunum. Já, Daniel kominn aftur og þeim hefur alveg gengið ágætlega í leikjunum á milli Evrópuleikja. Fóru í síðustu viku í erfiðan útileik og fara svo til Eyja og eiga mjög góðan leik þar og klára með sigri. Þannig ég svona hugsaði, mér fannst þetta svona lítið út eins og þeir hafi pínu verið bara svona kærulausir, bara smá ofmatið einhvern veginn á sjálfu sig, að þeir myndu bara mæta og búið að ganga vel og einhvern veginn að þeir myndu bara klára þetta, en það var svo sannarlega ekki þannig og bara hausinn á þeim var bara ekki til staðar. Þvílíkir tæknifélagar, sendingafélagar, kastandi boltanum út af við fæturnar og kannski það sem er versta það var engin andi í liðinu. Og það voru enga tilfinningar, það skipti engum máli hvort þau voru skora eða gera feil. Og dauflegt í höllinni bara, það var svona lítið stemning einhvern veginn yfir öllu. Einmitt eins og þú ert að segja, það kemur svona eins og þeir svona kannski fórnarlamb þess að eiga góðan leik í Vestmannaeyjum á milli Evrópuleikja síðast að halda þetta, við erum í svo góðum gíri, góðum takti, þetta kemur bara núna á móti Stjörnunni og við erum á heimavelli og þetta var svona yfirbragðið á þessu öllu var svolítið þannig og meira segja eins og þú kemur inn á þetta mætingin eða stemmingin eða lætin í höllinni, það var meiri læti í skónum í parkettinu heldur en einhverjum sem var að hvetja eða styðja liðin. Þannig að þetta var, mér finnst eiginlega átakanlegt að horfa á eftir 15 mínútur eða eitthvað, þá er bara eins og þeir kasti bara inn hvítahandklæðina og það er enginn sem nennir að gera neitt þarna. Það er enginn sem tekin leikhlé, það er enginn sem öskrar á neitt, það er enginn sem fara að heyra það er enginn sem spretta tilbaka, það er allt í rjúkandi rúst í 40 mínútur.